Já, blessu, ég heiti hérna Böðvar Brynjónsson og ég heiti Bjarni Þórólfsson. Og myndtökumaðurinn í þessu sinni er Rúnar Þórólfsson. Og hvað ætlum við að gera í dag, strákar? Hvað erum við að fara að fjalla í þessu fræðslu-vídeói? Við erum að fara að útskýra orð á ensku og íslensku sem tengjast kynjafræði. Síðan erum við að fara að reyna, hvað við getum sagt, við erum að fara að reyna að aðlagast kynhlutlausu tungumáli. Eða læra þessi inn á það. Það er mjög áhugavert og strákar, ef við ekki bara vinda okkur í þetta? Jú. Ekkert að vanbúnaði. Þá vinda okkur í þetta og við ætlum að útskýra hérna nokkur orð. Fyrst ætlum ég að segja orðið á íslensku og síðan á ensku, sem er nú alþjóðlegt tungumál. Og síðan ætlum ég að útskýra hvað orðið þýðir á íslensku. Herri, fyrsta orð er kynvitund, eða á ensku gender identity. Og kynvitund, það er einfaldlega bara innri upplifun einstaklings af sínu kyni óháð líffræðilegu kyni, óháð því sem þú fæðist með, XX kromosóm en XY kromosóm. Næsta orð er pankynhneigð, eða á ensku pansexual. Bjarni ætlar aðeins að segja mér það. Já, pansexual, það tengist ekki pönnum ef ykkur voru að halda það. En það sem það þýðir í raun og veru er þegar einstaklingur aðlagast að fólki óháð kyni eða kynvitund. Man getur auðvitað þetta með að segja að hann hrífst á persónuleika fólks. Það er svona, já. Nú, áhugavert. Jæja, þá er það orð númer 3 og það er orðið eikynhneigð, eða betur þetta á ensku asexual. En ég ætla að útskýra hvað það þýðir. Það þýðir einfaldlega að það er engin lítil kynferðisleg löngun til að gera það. Þannig að þú vilt ekki einhverjar kynferðislegar athafnir með annarri mannsku, óháð kyni. Þannig, já, þú vilt bara ekki eitthvað sem er ekki kynferðislegt. Orð 4, en það er einfaldlega intersex á íslensku og intersex á ensku. Þannig að það þýðir að það er ekki komið íslensk útgáfa af þessu orði, enn sem komið er. Og Böddi vinur minn ætlar að útskýra hvað það þýðir að vera intersex. Sko, intersex er einstaklingur sem fæðist með líffræðilega eiginleika sem passa ekki innan hefðbundna skilgreini á karla eða kvenkyni. Nú, flott útskýring, Böðvar. Þá er það orðið cis, eða cis. Þetta er mjög svipað á íslensku og ensku, en það er mjög einföld útskýring. Það er bara ég fæðist sem strákur og ég held mér sem strákur, eða bara þannig að ég er ánægður með hvað kyn ég fæddist. En já, ég er ánægður með mín XY kromosóm. Ég vil ekkert breyta þeim, ég er bara ánægður með það. Þá er það transstelpur og transstrákar. Það er bara einfaldlega, tökum dæmi sem mig, ég fæðist sem strákur, ég er ekki ánægður með það, ég sko upplifi mig sem strák og ég upplifi mig sem stelpu og ég breyti kyn. Þá er ég Jæja, þá er það fyrir bara 6 og 7 sem er svona svolítið saman. Það er transstrákur og transstelpa eða transboy og transgirl. Og það er mjög einfalt. Það er bara ég fæðist sem strákur en ég upplifi mig sem strák. Ég er ekki ánægður í mínum eigin líkamskrokk. Þannig ég vil breyta kyn og ég breyti kyn og verð stelpa. Og það er öfugt með hitt, þá fæ ég stelpa en upplifa sig ekki rétt í sem eigin líkama og breytir þá sig í strák. Ja, næsta orð er kynsegin eða non-binary og Kottu, Bjarni, hann ætlar að útskýra fyrir mér. Það er einfaldlega einstaklingur, afskýröndunum mína, sem skilgreinir sig ekki sem karl eða kona, sem fellur utan tvíakynningunar. Hann skilgreinir sig hvorugt eða ekki? Já, það er einfaldlega útskýring á þessu. Orð 9. Það er kvár, eða ensku genderqueer. Má ég útskýra fyrir Böddi? Útskýra fyrir mér. Minnsta mál í heimilfélagi. Það er einstaklingur sem fellur ekki innan hefðbundna kynja skilgreiningu. Skiljum mig, hann fellur ekki undir bara strákar að stelpa, hann er öðruvísi. Já, við skiljum þig. Flott útskýrt. Heyrðu, þá er það næsta orð og það er orðið stálp sem við, í Fjölbrautaskóla Suðurlands erum mjög kunnug enda blasir það við okkur upp á 3. hæð skólans á mjög flottu plakati og enska þýðingin er
gender-neutral term for a child. En það notað sem kynhlutlaust hugtak fyrir barn eða unglinga, mjög líkt hvað? Nefna bara nota því að Börn, unglinga. Við ertum með Möldi, þú kannt ekki útskýra þetta. Við erum með 11. orðið sem er síðasta í þessum lista. Og það orðið hán, eða bara að vera neutral in gender þegar maður er fullorðinn, eða in the man you are an adult. En það einfallega bara eiginlega sama og stálp þýðir. Það þegar fyrir fullorðna Íslendinga, það þegar einstaklingur vill ekki vera kona eða karl, þá er það hán. Vill ekki nota orðið í íslenska orðabók. Hún, hann. Takk fyrir þetta, Bjarni Leifur. Íslamál heiminn. Jæja, þá ætla að koma með nokkrar tillögur kynlaust orðalag. Og þá ætla að koma með dæmi 1 og það Böddi. Í staðinn fyrir stelpur og strákar hægt að segja börn, til dæmis krakkar, nemendur eða þá ensku children, kids eða students. Já, í staðinn fyrir að segja stelpur og strákar. Og númer 2, í staðinn fyrir að segja mamma eða pabbi hægt að segja foreldri eða forráðamenn og jafnvel á ensku parents eða guardian. Og í staðinn fyrir að segja sæll, þá einfallega bara hægt að segja góðan dag, sem er mjög alþjóðlegt og bara fínt. Góðan dag. Og næsta tillaga í staðinn fyrir að segja ertu ánægð eða ánægð með kennarinn þinn, jafnvel hægt að segja bara fannst þér kennarinn standa sína plikt, eða á ensku how satisfied are you with your teacher. Herru, þetta vídeó að sinni. Við þökkum bara fyrir okkur og eigið góðan dag.